bara byrjaði sko. Það bara svoleiðis. Okay. Viltu ekki hafa headphone? Jú, hvað það? Það í sófanum hliðina. Hvað í sófanum? Tegðu í þetta. Það svona heyrur betur í þér en þú þarft ekki að vera með þau sko. Ég þarf ekki, meina þið... En bara þá svona skilur levelin hérna. Þú veist, maður þarf að vera svona tiltölulega nálægt mæknum. Já, einmitt. Þetta svona. Okay. Þú ert líka með góða rödd sko. Já, þreyturöddin. Nei, bara svona djúpa og góða. Svolítið svo Benny. Er ég ekki með dýpri samt? Þú, hvað segirðu? Er ég ekki með dýpri rödd? Þú, pottet. Ég held það. Já, það ekki. Ég er svona breathi. Já. Ég var alltaf skammað fyrir það. Nenni ekki að halda andanum. Breathi? Í svona, já, svona andar og svo mikið með. Þú vilt ekki tala við mig í síma. Hver var skammaði fyrir að vera með breathi rödd? Hérna, röddkennar í leiklisskólanum. Já, ok. Þá var ég alltaf svona mikið svona... Þegar þú varst að leika eða þú varst að lesa eitthvað eða... Bara í, þú veist, þegar vorum að gera raddæfingar og svona og einhverja hreima og hitt og þetta og eitthvað svoleiðis og þá, hérna, nefndi ég ekki að vera haldið sinni og þá var ég alltaf búinn með. Ég var ekki að stýra einhver svona outlet á söng og annað eða í rödd eða... Já. Og svo bara verður maður raspi í og... Kynntaninn, að því að einhver kvörtunum að við erum ekki náttúrulega að kynna inn gestin okkar. Já, ég bara vil kynna Jóelinn sem bara vinn minn og við höfum unnið saman og hann lék í Velunlegt fólk seríu sem við vorum að gera fyrir einhverjum árum síðan og 5 þáttum. Svo ég man nú ekki hvað það voru margir þættir. Þetta var einhver slatti. Ég giska. Já. Ábyggilega, það er eitthvað típiska. Hann var hérna í sleik við Halldór Geirhars sem er ákveðin svona pinnacle á mínu ferli. Og hún sagði bara, sorry, ég spurði ekki á þér, ég var bara þetta er besti sem ég lendi. Já, var hann ekki skrifað í handritinu? Nei. Já. Það var mjög gott. Það er sjokk. Nei, bara Jóel leikari og bara frábær og hann er líka með sína eigin sýningar núna, hérna. Hvar eru þessar sýningar? Ég sé rosa mikið á þessar samfélagsmiðlum. Sorry, ég er ekki búin að fara. Nei, það er mjög eðlilegt, ég er bara búin með 3 sýningar en rosa marga fyrirlestara. Okay. Það er í fyrirtækjum. Þá ertu að labba upp á fólki og það fyrir að hlæja óslega mikið. Sko, það er í lokin, það er ekki fyrirlesturinn sjálfur, sko. Nei, það er bara í lokin. Okay. Og það var bara óvart sem ég eitthvað fór að gera þá og fannst að fyndi og það hlógu svo mikið eftir á. Já. En það eru fyrirlestarar sem ég er búin að fara með 300 og eitthvað fyrirlestara. Já, og hvað ertu að gera á þessum fyrirlesturum? Ég er að gera mitt besta. Það er raun þannig, sko. Ég er að tala framtíð fyrirtækjana og hvernig hún lítur út hjá þeim og ég genur samskipti og gervigreind og allt þar fram eftir göttunum. En þetta er svona vont, sko, ég vona að hlusti bara svona millistjórnendur og uppúr fyrir ykkur, sko. Já, það er fullt af þeim hana. Er það ekki? Og engir sem eru bara að vinna? Nei. Ok, þetta er flott. Og þetta gengur rosalega illa hjá mér. En ég er að gera mitt besta. Þetta er svona 25-30 mínútur. Og verður ótrúlega óþægilegur víbringur í salnum út frá þessu. Og það hefur farið út grátandi kona til dæmis. Er það? Út af henni var svo rosalega leiðilegt að samstarfsfólk hennar var að hlæja svona svakalega mikið að þessum manni sem var að gera sitt besta. Þannig að hún fór út grátandi af empatíu við mig. Fallegt. Þannig já, og svo bara er þetta núna orðið að sýningu sem er 90 mínútur. Og það er í Sigursalnum og svo ætlum ég bara að fara út allt land því að ég sem út á landi túta að það skiptir mig máli að Ísland er ekki bara höfuðborgarsvæði, það er allt Ísland. En hvaðan ertu? Þórshöfn Langanesi. Vá, það er langt í burtu maður. Það er eins langt í burtu og við komumst frá Árbænum. Það er bara upp í hægra minn og horfir á Ísland á korti. Það er bara skottið. Já, þú ert þaðan? Ég er þaðan, já, ekki ættaður en alin upp. Það er náttúra versus nördsjur. Það er öndin, það er rétt. Segir maður það ekki líka? Jú, öndin. Segir maður það frekar en skottið? Sko, ég segi skottið en margir tala öndina og það er stórt svona, hvað kallar maður svona listaverk sem búið að gera af öndinni eða gæs eða. Og þú ert alinn þar upp og bara ert þar þannig að þú ert eitthvað gamall og... Já, bara allur grunnskóli, 89-99. Ok. Og svo flytti ég í bæinn í Kópavog, svo fyrir það til Bandaríkjana í high school, spila körfubolta. Býtu, hægðans að þér. Þannig að þú klárar grunnskólan á öndinni. Á öndinni. Flyttir í bæinn, fer svo þaðan hvert? Til Indian Lake í New York. Þú varst alltaf í körfubolta sem krakki og varst efnilegur, væntanlega, og góður? Já, bara, já. Gat spila körfubolta. En high school?
Já, það er rosa margi sem fara í high school fyrst og þaðan fær svo tilbúi í hérna college og svo leiðis. Ég skil. Og ég var með þannig, sko. Foreldralaus bara. Foreldralaus, með ekkert internet. Eða jú, ég er að ljúga ykkur, hálftíma á viku. Já. Þetta hvaða árið þetta? 2000. Ég kem heim rétt fyrir 9/11. Já. Já. Þá bara, en vísu ekki, það var 60 dagar, þú veist, á milli, skilur ég fór hérna í lok júli eða eitthvað svo leiðis, er ekki 60 dagar? Já. Cirka. Eða einhver júli, júni eitthvað. Ég veit það voru 2 mánuðir. Já. Hringi síminn. En hvað hérna, sko, foreldralaus í high school í Bandaríkjunum, hvernig gerist það? Er bara einhversu spottar þig hérna heima og bara þessi þarf að fara til útlanda í körfubolta? Nei, sko, ég bara út í Ameríku var ég spottaður. Ok. Og bara, ég var bara að labba niður hérna götu. Já. Og svo bara horfði einhver á mig og sagði, hey, you can play ball. Og svo bara, nei, ég er að djóka. Ég var sérst alltaf í Það var rosalega. Herði, hérna, bolti svona datt niður á lappinu mér. Ég skaut og hitti beint og ég segi, hey, I like you. Nei, ég fór alltaf á körfuboltanámskeið í Brand Lake. Og þá voru nokkri þjálfarar sem að buðu mér að koma í high schoolin hjá þeim. Fekk það í fermingagjöf frá foreldrum og fara til Bandaríkjanna á námskeið og fór alltaf árið eftir og fekk þá boð að fara til Bandaríkjanna að spila körfubolta í high school og svo kom ég heim og var með boð að fara út aftur í háskóla en eignaðist kæristu og tímdi ekki að fara alveg strax og svo allt í einu kynntist í leiklist og þá var það bara kött og fór frekar til London. En hvernig að fara, skilur beint af öndinni og til Bandaríkjanna? Þetta væntanlega rosalegu svona menningamunur eða svona... Sko, ég gæti farið í 3 mismunandi skóla þarna úti. Einn mjög stóran og einn mjög lítinn og einn svona miðlungs. Og ég valdi litla skólan út af þjálfarunum. Hann var Hall of Fame þjálfari í Bandaríkjunum og búinn að vinna marga state champions og sonur hans var að spila með liðinu og hann vildi fá mig til að spila með sonum sínum og hann var búinn að spila í, þú veist, með rosalega marga getuháa körfuboltamenn. Þannig ég hugsaði bara ég ætla frekar að fara til hans og læra af þeim besta heldur en að vera í stóran skóla. Þannig ég var í mjög litlum high school. Þannig ég var eiginlega bara í svipum bæ eins og Þórshöfn nema í Indian Lake sem er núna orðin, sem var eins og flottu sumarlífstaður, vötn og skemmtilegt og svona, en núna er þetta eiginlega bara svona derelict. Ég hugsa líka sko þegar þú býrð á Þórshöfn sem krakki þegar þú ætlar að fara til útlanda, það er svo mikið verkefni. Það er ekki að byrja að keyra í 2 tíma til Egilsstaða eða hvað er langa tíma? Egilsstað, Akureyri segi, og hvað svo? Nei, þú bara keyrir allavega í Reykjavík 10 tíma. Hvað svo? Svo ferði í Reykjavík. Já, myndir þú keyra? Myndir ekki fljúa frá Akureyri? Það var alltaf keyrt þarna í gamla daga, það var hann ekki mikið. Já. En það er samt flogið bara svona public announcement, það er flogið 5 sinnum í viku til Þórshafnar. Með hver er það? Icelandair. Ha? Eða Norlandair, það er eitthvað svona, þú veist, Icelandair, Norlandair eitthvað. Okay. Þannig getur farið 5 sinnum í viku til Þórshafnar með flugi. Vá, áhugavert. Pretty impressive, ekkert í Vestmannaeyja. Nei, en það er að fara þangað. En það kostar það ekki mikið? Bara eins og bensín. Þannig að ég mæli með allir, gera sér ferð, fara á holtið, fá sér steik. Ég man ekki eftir að hafa verið á þessum stað. Nei, þetta er fyrir utan hringinn, skilur við. Þannig að þú missir alltaf af þessu, þú ert ekki að fara ákveðið þarna. Já, ok. En þetta er rétt hjá Raufarhöfn, þið veitir hvað Raufarhöfn er. Heimskautgerðið og það. Akkurat. En þetta er svona, ég segi alltaf svona, Þórshöfn er svona garðabær norðausturhortsins. Allir með vinnu og eitthvað svona. Góðan gýr. En ég er meira að hugsa sko að því að þegar maður er að fara til Keflavíkur, það er svo mikið verkefni finnst manni héðan. Já. Fyrir svona fólk sem býr þarna, það lítur að vera bara... Já, þannig að þegar ég var þarna, það var ekki margir að fara til útlanda. Nei, en fekkst þú upplifa það eitthvað? Ég fekk einu sinni til Finnlands með íslenska landsliðinu í körfubolta. Pabbi minn var að fara á þjálfaranámskeið og ég fekk að fara með, það var fyrsta ferðin. Þannig þá var ég bara inn í íþróttasal lengst þar í Tampere, Finnlandi að skjóta körfubolta og fá að gefa Teiti Örlygs og Hemma Hauks og vatn. Það verður ekki öðvitað. Það var frábært. Það er legendary. Já, áhugavert. En hvað af hverju deyr svo körfuboltadraumurinn og þú fær bakteríu fyrir leiklist?
Sko, það svo góð spurning. Ég fór í fílu við þjálfara minn í KR. Varst í KR? Var í KR, þegar ég kom bæinn. Hvað ár? Ég hætti 2001-2003, 2004. En það eitt sem KR-ingur, alltaf KR-ingur. Gekkið það. Og og ég fór hérna og var að spila og stóð mig vel og allt það og hérna var alveg nefnilegastur í meistarflokknum og allt það. Svo fór ég smá fílu og fekk frí í viku og í þessari viku fekk ég sendt SMS, eitthvað svona auglýsingar SMS frá Eskimo Mótel sem eitthvað leiklistar og auglýsingar námskeið. Ég hugsaði, ég hef ekki að gera í þessari viku, why not? Og fór á þetta námskeið og 5 mínútum eftir að námskeiði byrjaði þá fekk ég svona, ég er að fara að vinna við þetta. Og svo bara, svo fekk Benni, ekki þú Benni, heldur Benni þjálfari, Benni Gumm. Svo þú ert líka Benni Gumm, eða ekki? Nei, Vals. Vals, sorry, þetta var ljótt. Ég held bara allir hitta Benni Gumm. Og hann fekk mig yfir í Fjölni og þá fekk ég að fara í fyrsta leikriti mitt sem að Örn Árna var að leikstýra, svona áhuga leikfélag. Og þá sagði Benni, þú er að velja núna. Og ég hugsaði, ég get orðið 90 ára gamall leikari en 30 ára gamall körfuboltamaður og þá hætti ég og horfði ekki á körfubolta í svona 8-9 ára eða eitthvað. Bara klift og skorið bara. Erfiðast að breyka upp. Já, ég trúi því. Búið að vera með þér bara sem varst krakki bara. Körfubolti. Ég með tattoo sem ég var 14 ára á körfuboltakalli þegar ég var í 8. bekk. Fekk ég tattoo. En ertu í einhver svona bumbu körfubolta, einhver svona sinnur körfuboltanum eitthvað í dag eða? Bara horfa á hann. Dóttir mín er að æfa bara með, 12 ára stelpum í Haukum og svo horfum við bara á körfuboltan núna. En nei, ég er ekki neitt að... Nei. Varst í körfubolta með Hafþóri Júlíus? Nei, ég er eldri, sko. Þú ert eldri, svo ég er eldri. Það er Jón Arnór og Helgi Magg og þessir. Já. Og Níels Dungal, 83. Já. Og hann var Jón og meira það, sko. En það er gaman, það er rosa comeback í körfubolta í dag. Þú veist, ég horf ekki körfubolta, en maður sér hann bara mikið á samfélagsmiðlum og bara... Já, ég elska hvað eins og Sýn er búin að gera fyrir körfubolta. Mér finnst það amazing, mér finnst geðveikt að ég hefði borgað mig fyrir mig og pappa minn 30 skall á leik að horfa á einn körfuboltaleik. Mér finnst það geðveikt. Mér finnst það geðveikt að þessi komin þannig markaður að það er actually... Ég höfðu að meina að það kostar bara inn á íslenskan körfuboltaleik. Já, bara þú veist að þú getur á úrslitakeppnina, eða skilur, þetta var eitthvað svona, þetta hitt var löngu uppselt, skilur, það kostar bara venjulega 3 og 5 held ég eða eitthvað svo leiðis, en þessi komin þannig stemming fyrir körfubolta að þessi búið að láta einhvers konar kortsæti eða hvað sem það er, ömuleg sæti á baku körfuna að vísu, en ég sem drengur sem elska körfubolta og hvað bara íþróttir almennt gera fyrir bara gera fyrir bara æskuna og bara viðnóttu og annað og bara þú veist, ef allir geta verið í íþróttum yfir 18 ára aldurs, mér finnst það geðveikt og að sjá, þú veist, íþróttina sína vera blómstra sem íþrótt Íslands í áhörfunda, þú veist, það eru skemmtilegar útsýningar hjá Sýn leikir eru skemmtilegir og bara hátt level, landsliðin okkar er að spila ógeðslega vel ógeðslega flotta atvinnumenn. En leistu aldrei í baksýnisspegilinn þegar þú byrjar eitthvað djöflast í leiklist og Jóel, hvað ertu að gera? Að vera leikari, þetta er svo mikið kjaftaði, sko. Svo oft. Já. En samt líka á sama tíma að þið hafi heyrt eitthvað þegar einhver spyr bara þú veist, nú eru þið búin að vera í þessu. Þið eru búin að vera lengi í þessu. Já, hvað? Þið eru búin að vera í alveg 15 ára. Þið eru að fara frá gullúrbráðum og eitthvað svona. Þið eru frá sjálfum. Já. Og svo kemur einhver þú veist, foreldri með barni sitt og segir þú veist, hún vill vera leikkona eða leikari, hvað mælur með? Og mér finnst svo margir allar í gegnum tíðina, þetta er það sem ég man að fólk er að segja, nei, ekki gera það, ekki vera að gera þetta er bara hark og þetta er bara bull og þetta er rosa erfitt og eitthvað svona og ég segi samt bara alltaf við þau, bara já, gerðu það, þetta er geðvikt, þetta er amazing það er alls konar hindranir og svoleiðis en mér finnst alltaf skrítið ef þú ert í einhverju og ert svo að tala það niður og eins og það sé bara bull og bara af hverju, þá myndi ég bara fara að gera eitthvað, þá er bara tannlæknir eða Já, ég held að rosa margir gerir það saman hvort sitt leikari eða tannlæknir eða lögfræðingur eða læknir eða eitthvað, fólk er bara einhvern veginn búið að vera í sama hlutnum svo lengi að það er eitthvað, please, ekki vera lögfræðingur farðu að gera eitthvað skemmtilegt
eða ekki verða eða skilja, hver að fara En maður eitthvað að segja þetta að börnir sín? Ekki, þú veist það var skrítið að þeir börnin okkar svo lítil en Ég veist ekki átt bara ekki, nei, þú veist, já, ekki verða. það börnir kannski eins og 6 ára strákur hann veit ekki hvað hann ætlar að verða, hann ætlar bara að vera fótboltamaður sko. Einmitt. Á ég að segja ekki Nei, ég er bara alltaf bara go for einmitt, á þeim aldri skilur, en ég er að meina þetta þú veist þegar kem 13, 14, 15, 16 sem er komið smá svona og mér langa þetta þó það breytist á næstu eins og segi, ég vissi að ég ætlaði að vera leikari og vildi vera leikari 21 árs fyrsta skipt sem ég pröfaði að leika var 21 árs þannig að En var aldrei neitt í kollinum á þig bara sem krakki þú veist bara leikara Nei, alls ekki Ekkert sprell Nei, svona ekki neitt, ég horfði á Spaugstofuna fannst það ótrúlega gaman að herma til þeim og that's it Og Örn Árnason var ekkert svona, heyrðu, þetta er gæðin sem ég langar að vera Smá, ég var alltaf að herma til Ófeig Já, Munið eftir hérna, Ófeig. fréttamanninum Ófeig, já hann var hérna Já, þessi, sko, já, ég er alltaf ekki búin að herma þetta mjög lengi þannig ég er ekki bara ég man eftir hann núna að þú Það gerir er alltaf með svona trefil Nei, það er annar karakter það er hérna með rauða húfu og yfirskeggi hver er Nei, það? Ófegur var hérna sem þú skildir ekki orðið saman sagði Já og þegar hann var að lýsa fréttunum og allt þetta þetta horfa þegar hann er að móka frá og ítir borðinu frá og þá er þeir allir á brókinu sem ég held að þið eru búin að taka þann brandara líka eða ekki Hvað, taka að vera bóð? með, þú veist, jakkaföt að ofan og bara þessi klassíski skemmtileg það er fyrst sem ég sá hann Já en finnst þér ennþá jafn gaman að leika í dag eins og þegar þú tókst þessa ákvörðun Já, mér finnst þetta meira skemmtilegt og hérna já, ég ætla að segja, ég bara voni að fá aldrei nóg að þessu mér finnst þetta ótrúlega gaman en ég er mikið einn eins og ég vel að vera hvernig leikar ég vil að vera eða þú veist, ég vil ekki vera í leikhúsunum fastur þar og eitthvað svo leiðis bara út af því að mér finnst bara tíminn er það verðmætasta sem ég á og ég vil fá að stjórna mig sjálfur og fá að gera þetta og hitt og eiga möguleika að vera í einhverjum skemmtilegum verkefnum og sem að tengist bíómyndum og svo leiðis og ég ennþá bara, þú veist, ef ég fæ eins og núna var ég að fá hérna, handrit og hérna og ég veit að það er bara versjón númer X af eflust 5-6 í viðbót en ég elska núna og eftir ég er að fara á kaffihús ég er að fara að lesa það allt og það er mér svo gaman og fyrir að gera þú veist hérna alla undirvinnu og svona þó ég veit að hún muni breytast eftir það verða kannski bara tökur eftir í apríl eða mæ á næsta ári sko en það er bara ég elski þetta Já, það er frábært, þú ert líka mjög góður leikari Hlaðfréttir í boði Kjörís og ég hveti ykkur til að fá okkur mjúkispinnana í kassa ansið þægilegir þegar það vantar eitthvað desert bara mjúkispinna á liðið hveti ykkur til að nýta ykkur heimkaup.is frábær síða eða vilja panta eitthvað og fá það sent heim jafnvel til dæmis túli ískaldan Atlants olía er með okkur liði og þú getur dælt alltaf á besta og lægsta verðinu ef þú notar þína sparistöð prófaðu þetta í Atlants olíu appinu Unni með þér, faglegur þægilegur og setti Sömu leiðist þú Já, takk fyrir það það er hérna það er mjög gott að vera með leikstjóra eins og þér Já, takk, og leikar eins og þér þetta verður, og líka að vera með nei, sko, ég er nefnilega held ég hef aldrei sagt þau mér fannst það er mjög gott að koma á hérna, og ég veit að þú, Vala og Júlíana sköpuðu líka bara settið og skapa heim sem er svo skemmtilegur að hérna þegar að þú kemur inn á sett það sem að það er þægilegt strax og þegar sko, ég á eina svona, ég á horrorsögu frá hérna í hjartanu sem litli leikarinn og það var, og ástæðan fyrir því að ég er búin að vera í alls konar barnadóti en ég er alltaf bara að við auglýsum það aldrei eftir þetta væri bara nei, allt sem múin að gera barna það er alltaf bara, enginn má vita því við bara seljum þetta svona enginn má vita út af því að skemmir fyrir leikstjórum og þá var það svona, ég hefði fengið hlutverk í mynd og hérna og fyrst sko fekk ég ekki pröfu en félagi minn þekkti leikstjóran og hann skrifaði handriti og hann, heyrður þarna, var búið með allan andadráttinn því andar svo mikið Þetta er gott, ég fíla það að sjá í bílnum mín alltaf svona móða sést ekki nei, hérna og svo fekk ég hérna, skal ég segja fekk ég
pröfu út af því að hann sýndi og ég gæti sýnt honum sko aðra stuttmynd sem ég var vondi kall krúnuraka með skegg og ör og að búlja einhvern það var einhver handrukkari og þá fekk ég pröfuna fekk hlutverkið en svo var þetta bara eiginlega síðustu 2-3 tökudagarnir og þannig er ég bara nýkomin úr skóla og er að fara að leika á móti þá bara upp á leikarum mínum Hilmi Snæ, það var bara hann fyrsti leikari sem ég horfði á sviði og sagði, já, svona leikari þetta er geðveikur leikari og amazing leikari og rétt á henni kom sett, bara 2 dögum þá hafði hann fengið bakþanga leikstjórinn og sendt og þarna var self-tape ekki komið og bara, herði, ég veit ekki hvort þetta er rétt við þetta hlutur, getur þú tekið upp á vídeo og sendt mér oh my god og þá var ég bara já og bara, vá, ég er ömurlegur svo leti ég kameruna, sendi og hann horfði á þetta og sagði, nei, já, þú ert réttur já, sorry, ég er bara búin að gleyma en allan tökudaginn kom ég inn allir er búin að tengjast í 30 daga ég var bara einhver strákur, engi veit hver ég er sitt beint á móti Hilmi Snæ og allan tíman er bara leikstjórinn finnst ég er ömurlegur og svo bara já, það er erfið tilfinning það var, já, og þannig að og ég man eftir, svo kom ég að setja þér og vitalega að Halldór að gera fór sleikum mig, það hjálpaði að brjóta ísinn þannig mér var eiginlega slétt saman allt annað ég bara finnst að hann var leikstjórinn eftir á ég var bara bleikur ský í allan ég er ennþá að lifa á þessu þetta er eina sem ég horfa á þetta repeat bara nei, og það bara skiptir svo miklu máli ég sá það skipti ekki máli hver það var sem var að koma það var bara rólegt og gott og líka svona einmitt. sem er næs það er þetta tempó sem er í íslensku sjónvarpi stundum er aðeins svo mikið 100% en það er þú veist bara en þegar það tempóið er hratt en rólegt eða þið fatta hvað ég meina þú veist það er engin æsingur í neinn það er engin öskra eða ekki eins og allir sé alltaf öskra og setti en er það ekki gamli skólinn er það sko jú það er svona sögurnar sem maður heyrir frá kvikmyndagerð þegar við vorum að byrja í þessu Íslendingar að það var svona mikil harka og svona gatóri pyrringur skilur en ég held að geta alveg gerst líka það er mikið stress oft í tökum en ég er oft þannig þegar verðum of mikið stressa þá bara svona ég út eða svona ég verð bara ennþá rólegri kannski er það eitthvað ADHD eða eitthvað ég veit það ekki og þá en samt bara með fókus á því sem þú gera þú ert ekki bara eitthvað nei ekki þannig þetta er líka bara að vinna þú veist það þarf svo mikið til þess að maður eða allavega ég svona alvöru pyrrist í vinnunni skilur það er því þú veist jú vinnan skiptir máli en þetta er ekki persónulegt skilur nei þannig að ég stundum skil ekki oft svona vinnupyrring eitthvað Jóel hvað er ekki drullar að það farði í fötin já, ég er svona stundum næði því ekki sko. Nei. En ég er svo forvitið þá, ert þú ekkert búin að vera hugsa um að fara að leikstýra eða er þetta búið að vera þú ert að hann fór náttúrulega bara í nám í því ég var svo sem ekkert með eitthvað passion fyrir leikstjórn sko. en þið byrjuðu þannig að þú varst eða hvernig hraðfréttir eru bara samspil basically, þú veist ég leikstýri honum úti og hann inni eitthvað þannig skilur við vorum bara 23 ára að gera eitthvað það er svo vel þetta er best hefnaða svona hvað segir svona hvað viltu kalla það? Entrepreneur frumsköpun á nýju efni á Íslandi ég ætla að mæri ykkur úrslega mikið og svo finnst mér líka fallegt sett hérna minnst þið fallir, þið er alltaf snirtilegt í fara þú ert alltaf vel greiddur yfirleitt sko, samt svona ekki núna núna þú rugglaðir, þú varst merkilegt Ben er náttúrulega með 3 rosa ung börn á heimilinu sko. Er þú með ung börn? Nei, ég er með gömul börn hvað eru gömul? 21, 18 og svo að verða 12 á morgun 21, 18 og 12 það er 18 og 12 er gott bil já, en sem sagt, þetta var þannig að ég sem sagt, er gefin í afmælisgjöf 30 afmælisgjöf og svo kona átti 1 árs barn og 3 ára barn sem að örðu svo bara krakkandi mínir þannig ég er bara búin að búa til eitt þannig ég var bara viðstættu getnað á einu gott að eiga, bara takk Tryggvi fyrir að sinna hinu og nei en 21 árs, hvernig er að eiga 21 árs gamalt barn? Herðu, það er bara skemmtilegt og öðruvísi það er eins öðruvísi sko en býtu, hvað er þið með gömulbörn? 1, 3, 6 9, 7, 1 9, 7, 1, já fyrir mér, þetta verður bara betra og betra og betra
Það svo margir sem segja að þetta verði bara erfiðara, tækla tilfinningar og drama. Nei, þú veist, mér finnst þetta bara betra. Sko, mágur minn unglingur, sem sagt hérna bróðir kona minnar. Já. Hann unglingur og hann gistaði með okkur núna og mér finnst það stundum meira álag heldur en að vera með bara lítilbörn. Já. Það svona öðruvísi. Ég ætla að segja því að hann ekki íbúa heimilinu, sko. Er það ekki bara eins og væri Airbnb-gest og hann var alltaf á brókinni og hann má segja við bara hvað fannar. Já, bara unglingar svo fyndnir. Þeir eru bara að hangi símanum fram á nótt og bara gera eitthvað og færi sturtu bara á miðnætti og bara, veist, það bara eitthvað. Já, en þau eru mér svo gaman að sjá þau vera einhvern veginn að verða, þú veist, núna hérna dóttir mín 18 ára út á Tenerife með kærastanum, nú verður ekki að reiða mig, ég segi þetta. En hérna, og ég var alltaf búin að ímynda mér, ég í pappinn bara sem að væri bara leið og kemi strákur eitthvað svona, jú, ef það einhver fáiði 100%, en þetta útláðlega góður og flottur strákur og sjá bara einhvern veginn barnið þitt verða einhvern veginn að svona, þú veist finna meira, þú veist, bara finna sig, þannig eftir sem verður eldri og svona koma meiri svona einkenni bara sem þau eru bara, nei, mér finnst þetta skemmtilegt, mér finnst ekki þetta skemmtilegt að verða svona að manneskjum sjálfstæði manneskjum og mér finnst það frábært að upplifa. Mér finnst það æðislegt. Þannig að, þú veist, og nætur, þú getur bara að fara að sofa þegar þú vilt. Þau sjá sig. Einmitt. Þetta geggjað. Eða þú ert náttúrulega eins ás, en hvað sagðir þú? 3 og 6. Já, ok, þannig að þú ert ekki alveg búin að fá að upplifa, ég ætla að segja, að sofa? Já, þú veist, þetta mómenti sem að barni bara fyrst fór og græða morgumat fyrst. Það rosalega. Nei, það ekki gæst nefn þá. Þú veist, þú erum svo stutt á milli. Já. 6 ára, hann líka prinsinn, skilur ég er mjög góður við hann ég vil einhvern veginn dekra hann þú veist að ég veist að gera morgunmati fyrir hann og hann getur það alveg en ég er gaman að gera fyrir hann en þú veist þetta, þú varst með 9 og 7 9, 7 og 1 9, 7, já þú er líka, en þá áttur smá moment þarna, eða ekki. Jú, en ég samt vakna yfirleitt með mitt og henda einhver í þau og eitthvað svona. Ok. Já, þetta Ég er kannski bara ömuleg foreldri sem var alltaf sofandi og þeir þurft að gera það. Ömulega morgumat, afgangspítsur, 2 dögum. Já, einmitt. Nei, ok, já, en mér finnst allan að ég alltaf bara þegar ég hitti fólk sem eiga ungbörn og bara að bugast á svefnunum, mér finnst þetta bara að verða betra. Já. Þau verða bara flottari og skemmtilegri og mér finnst það geggjað, sko. Maður reyna að njóta líka, sko. Maður má ekki gleyma því. Kúra með börnunum og svona. Það hættir, þú vantar ekki að kúra lengur með Nei, það er ekki elstu. Nei, ekki með hérna elsta eða elstu en Ef maður að kúra með 18 ára barni? Nei, nei. Hvenær stoppaði það? Ok, ég má hvernig verði, sko, nei, ég má ekki, hvað má maður segja? Það kom brandar í hausinn. Nei, ég ætla ekki að segja. Það eru mjög margir sem vilja kúra með. Já, nei, sko, við vorum að ræða daginn, skilur, að þegar maður kissir börnin sín á munnin, skilur, bara, góðan, eða eitthvað svona, og dóttir mín gera það ennþá, skilur, 6 ára, og þá fór ég bara að hugsa með sjálfum mér, því ég kyssti hann á munnin daginn, góðan áttastu mín. Hvenær verður þetta skrítið? Ég hugsaði það bara svona eitt með sjálfum mér. Hvenær hættir Katrín, dóttir mín, að kissa mig, pappa sinn á munnin? Hvenær finnst þér að skrítið eða hvenær finnst samfélaginu að skrítið? Það bara mér og Katrínu. Sko, ég myndi segja, þegar þú fer að hugsa þetta, þá myndi ég hugsa bara, ok, kannski ætla ég veit ekki. Mér fannst alveg pínu skrítið. Já, ég held að bara leiðum að fyrir að hugsa, leiður orðið bara er komin eitthvað. Það er svona 2 ár sem yngsta dóttir mín fór að segja ekki komin. Nei, svona 1,5, já. Bara spyrhætt? Já, bara þú veist, í sturtu eða eitthvað svoleiðis, skilur þannig að þegar hún var 10, eitthvað svoleiðis og þá hérna bara ekki komin, eða já, mann ekki alveg, ekki komin tíma. Þá var ég bara, já, ok, þannig komið þetta moment sem að mér finnst líka geggja og nú er hún bara eitthvað í þessu og bara, þú veist, hérna eru komin hérna, núna vil ég ekki að þú veist, sjáir eða svona átta því að og, já. Þetta eru skref, sko, ég held að líka, sko, fyrsta skrefið er að þegar börn vilja kúka inn. Já. Ég get ekki að fara út í kúkatal eitthvað mikið en þú veist, mér finnst það að fara að gerast við 6 ára strákin, skilur nú hann vill vera svolítið einn og pródúserar klósettferðina svolítið vel með stól og dóti og eitthvað drasli, skilur já, svona bara smá seremóni alltaf ber líka ég gerði það líka sem bara, ég klæddi mér fötunum á þeim fyrir að kúka þangað til þú var skaka gamall
Ég bara get ekki munna það bara rétt alveg þig en þetta hefur verið bara eitthvað, ég veit ekki, ég skil ekki Þetta eitthvað svona þrifnaður Býtu, þetta hérna Nei, ég held sér meira að þú ert á klóstinu og þú veist, þú viljir ekki hafa eitthvað svona fötin eitthvað Já, það er óþægilegt að hafa á kannski sem er vissu snið með buxurnar út af því að sérstaklega strákar á heimili Jú, já það dropar En mér finnst vissulega þegar maður fyrir í sturtu og maður sé kúkar á þur mér finnst það ekki þægilegt Ég vil alveg vera í ból og buxum Þegar þú Ef ég ætti að velja núna allsbera kúka eða ekki myndi ég velja föt Já Ég vil bara svona greina hvernig sonur minn hugsa skilur Já, bara eins og bara kúka í sundi Það er ógeðslegt Það er óþægilegt Það er hrikalega slæmt sko En mér finnst líka áhugavert sko sagðir þú honum að bara herðið þegar þú fyrir að kúka það er ótrúlega sniðut að fara út í fötunum Nei Þannig að þið eru með þannig tengingu sem fyrir beyond eitthvað samtal þannig að innra er einhver tenging sem bara feðgarnir sem fara bara úr fötum að kúka Það var gaman að segja já en hérna, þetta er eitthvað genetískt Já, ég er að segja það, þetta er eitthvað svona Já, því frændans gerir þetta líka Þetta er eitthvað komið frá Mér langar ekki ættamót Er það, ok Hvernig er ættamót alltaf á kamarinum Allir allsbyr Og hvað er gott All naked rule hér Þið eru frá Svíþjóð þarna eða ekki það er svolítið þannig sko Nei, það er áhugavert Þetta er útisnúningur Nei, mér finnst það skemmtilegt Af því að við erum að tala stíin hvenær þú byrjar, skilur við Svo þessi 10 ára þá viltu kannski vera friði í sturtu Já, eða þú veist ekki það eins og maður alltaf verið bara færi sturtu, heldur bara þetta moment þú veist bara getur rétt mér hérna ból eða eitthvað svo leið og það bara ekki koma inn skilur við Einmitt eðlilega og hérna það er þessi stig sko, en þetta er það sem mér er svo gaman að sjá þú veist, það er alltaf svona nýtt level svona nýtt level sem að opnast fyrir og það sjá börnin sem verða þú veist, núna er barnið mitt í húsdýragarðinum að leika sér með vinkonum að gisti tjaldi með vinkonum sem í gær og Svo stoppar þetta ekkert sko, svo eignast þessi börn og þú er þá en afi og svo Það er rosa stutt í að þú verður mögulega afi Já, geti það, já Þú væri helviti ungur afi geti, sko, mamma og pappi urðu amma og afi 39 ára þannig mér finnst það en mér finnst það líka að vera óslega ungt sko. Það er svolítið Þórsöfn Það er svolítið, jú Það er allt leifilegt Já, það var bara, þau voru gömul amma og afi sko. Það er bara 30 Nei, það var hérna, sko, við erum ekki ættuð á Þórsöfn, sko Nú, ok Nei, við erum ég bara ólstar upp En þú veist, ég er ættað Suðþing og Vestfirðir og Keflavík og Reykjavík einhvern veginn Þannig að það er enginn svona einn staður Þau voru að vinna þar væntanlega bara Já, pabbi minn var í vegstjóri í frystihúsinu og eitthvað svona svo þess vegna fluttu við þangað og fyrst á Suðureyri svo hann að Keflavík og eitthvað svona smá flakk Er ekki einhverja herminjar hann líka? Það er rétt sér, vel gert Er það ekki? Jú, upp á Heiðarhöfn fjallinu Já, Heiðarfjall Já. Vel gert og það var mjög stór Airbase Mjög stór sko og þetta er eina líka aktív en nú ég held ég sé ekki að ljúga eina aktíva ratsjárstöð Íslands er á Gunnarsvíkurfjalli sem er hérna á þessu svæði sem að Þórsarnarbúar sjá Hvað er það? Ratsjáarstöð sem að pingar út eitthvað fylgja með flugvél einhvers konar Það sem hjálpar mest við heimilislífið er Dyson Rixugan. Hún fæst í Ormsson. Þið verðið að fá okkur hana. Hún er eina vitið þegar kemur að því að ryksuga og gera fínt. Minn ykkur á að hlaða ykkur vel af öllu sem tengist maturu í bónus. Það er eina vitið. Svo ef þið erum ekki að keyra þá er alltaf gott að vera með bílanammi. Það er vannmetið. Ég er að vinna með Opal-hringina núna sem bílanammi. Þá er ég að tala þessa klassísku en líka hlaupringina með berjabræðinu. Svo fara skólarnir að byrja og þá er mikilvægt að skella sig ofar og fá sér Lenovo fartölvu. Já, eins og Ofar segir, Lenovo er geitinn í leiknum þegar kemur að fartölvum. Það voru svona stöðvar víða land. En hún er bara ein. Bólafjalli og hvað? Bara spott eitthvað. Eitthvað spott eitthvað, það bara flugvél í loftinu og en nú veitum við ekkert þegar flugvél í loftinu nema bara frá þessari einu stöðu. Nei, nú er traffic. Sko þetta er væntanlega eitthvað, já, sko ég ætla ekki að fara, ég fór ekki það djúpt í það. Þetta er old school. Þetta er old school. Þetta er stríðs eitthvað. Já. Þetta er eins og bara, við erum með loftnet sem við þurfum ekki. Já. En ratsjárstöð þurfum við væntanlega ekki. En það er fínt að hafa hana. Er það, eða þú veist, náttúrulega flugumferðarstjórn er ratsjá. Ekki. Það er bara að fara nokkað flight.com og sjá bara alltaf flugvélar sem er að fljúga. En það er vantalega út af tengingu við eitthvað svona, eða ekki? Er það ekki bara gervihnettur? Ég veit ekki, þetta er Skynet. Við veitum ekkert hvað þetta er. Skylink, Starlink. En er þetta ennþá í gangi? Er eitthvað maður sem vinnur hann inni? Já.
einn maður sem fer þann upp og tjekkar á allu, þetta alltaf orðið mjög sjálfvirt núna að ég held og nota benni, ég að tala mikið með raskatinu, veit bara það kúluhús upp á Gunnólfsvíkurfjalli og það einhver sem fer inn sem að fer þarna og segði bara Gunnólfsvíkurfjall. Og hvernig veist það sem einhver maður sem vinnur í kúlunni? Það pappi Nikka heitins sem fer bara að vinna alltaf við það sko. Já. En svo gervigreindir mun taka þetta yfir bara eftir svona giska á morgun eða eitthvað. En ertu eitthvað smeykuð gervigreind og leiklist eitthvað svona að þið verður bara absolít og það verður bara einhverjir tölvu jóelar og tölvu hilmisnærar og... Mér finnst AI ógeðslega leiðilegt. Já, margir leikarar og svona skapandi fólk segir þetta sko. Og ég sá einhvern tímann eða sem mér finnst leiðilegt það er bara eitthvað númer 1 sko cognitive decline mun óhjákvæmilega verða, bara eins og með Google Maps allt í einu bara, við kunnum ekki númerinn og eftir því sem við þurfum að váka það verður leiðilegt, en þú veist það verður allt svona við hættum, þegar við fyrir að treysta ég er búin að fá fullt af röngum upplýsingum en út af því að Gemini eða ChatGPT eða Claude sagði það og ég veit að það styttir alls konar, en svo er ég bara eitthvað fyrir hvað til hvers erum við að reyna að flýta okkur til að gera hvað, til að vera meira í sófanum og gera ekki neitt eða bara gera eða vera meira úti eða eitthvað ég veit það ekki það er svona bara eitthvað, ef það tekur tilgangin frá fólki þá bara why are we here eða þú veist þannig, það er sem finnst leiðilegt og svo finnst mér leiðilegt þetta ég er svo sem, sko, verandi svona búin að vera mikið bara eitthvað að búa til og fara á til stað í life það er alltaf meira skemmtilegt þannig að þú veist, ég hef engar ágjör tengt þeim hluta en mér eins og ef að film kvikmyndagerð verður, ég veit að það er alltaf að nota þetta sem bara flott Waffa-X tól, bara einn góð vinur minn er mikill AI maður og búin að sína mér alls konar skemmtilegt sem hann getur gert, sem er bara fyrir 1 ári síðan hefur verið kallað bara Waffa-X eða Photoshop það er alveg spennandi hlutur og þorleis en það er svo gaman að leika ekki bara eitthvað grænum skjá það er svo gaman að vera í eins og þú veist ég meina sjáðu bara Nolan Odyssey, myndin hans, það er bara allt leikmynd mér finnst það amazing að hann hafi líka gert það þannig að ég held að við viljum alltaf þetta human mennsku tengingu bæði eins og þú ert að tala með lifandi viðburði og leikmynd í bíó og eitthvað svona þannig að ég held að gervigrindin mun ekkert skemma það kannski býrum bara til meiri eftirspurn jafnvel Já, sko, vonandi að verða eitthvað þannig sko. En það sem mér finnst leiðilegast við hana er að ef við hættum að þróa hausinn okkar og treystum á okkar tæki sem er hvort þið er eða skilji, þú veist bara googlum það En ég bara eins og með þetta ég fór nú í chatteran til að tjekka á þessu með ratsjárstöð Og var það rétt hjá mér? Að hvað? Og þetta var eina aktífa Já, en hún sé 91 Þetta er NATO-stöð þetta er eitthvað Þetta er ekkert eitthvað gamalt hérna Nei Þetta er eitthvað NATO-dæmi Já, þetta er ekki tengt sko Ég var alltaf að tengja 2 tímabil Kalda stríðið og En það er herstuð á Langanesi Já, á Heiðarfjalli sko Heiðarfjalli En það er sko, það er allt farið Það er bara grunnarnir eftir sko Og það er bara Óskar Jónasson leikstjóri, nei, Óskar Já, Nafnlóskjólin Já, King Óskar bara Já Hann tók upp sko stúdentafilm kvikmyndar sína á Heiðarfjalli herstöðuna á filmu sem að ég var PA fyrir út að ég og personal assistant og redda hlutum á Þórsöfn og þess vegna vissi ég að það hefði verið þessi stöð sko ég hafði ekki hugmyndið þótt ég myndi búa þarna það er ekki talað við á Þórsöfn tölum minna heldur en Íslendingar tala Já en Þórshöfn ég sagði Egilsstaðaflugvöllur aðan munar einhverju í tíma? Já, Stígsfjörður Akureyri Nei, eiginlega bara jafnlangt sko. En af hverju velur þá Akureyri? Það er bara Egilsstaðar er frábær Já, það er bara meira Þú ert í mynd Það gerir svo kúkaraka hana Já Nei, það er bara meira að vera á Akureyri Það er bara stærri flugvöllur, fleiri flug og ættingjar Já, það skilji það vel Skilur þú, þannig að þú veist það var og styttir leið, þú veist, út af við keyrðum líka En hvort myndur þú segja að Þórsöfn væri Austurland eða Norðurland? Norðaustur Eða þú ættir að velja? Já, norður Já, út af því að þetta sko dettur skott er svona og við dettum hérna megin
þannig Austurlíð til Vopnafjörð vera Austurland. Já, það er seinasti bærin án og kemur Norrland, sammála. Já. Ertu komið þá í Fjallabyggð? Nei. Hvað er Þórshöfn þá? Nei, Þórshöfn er sko Norður-Þingeyjarsýsla. Já. Ég veit það ekki. Fjallabyggð, er það ekki Reyðarfjörður eitthvað? Nei, Fjallabyggð er Siglufjörður og Ólafsfjörður. Já, það er alveg rétt. Já, það er langt frá Þórshöfn sko. Það er sko alveg Fjallabyggð, svo er það Eyjafjarðarsveit og Akureyri og Suðurþing og Já, ég er ekki alveg nógu vel að mér þessu síðstum og þingum. Ég var ekkert frábær námsmaður. Nei. Eða sko, var góður enganur alltaf en ég var ekki góður námsmaður, enga síður. Nei. En ég er svo áhugasamur þessa fyrirlestra svo með, því að mér finnst þú svo hugaður sko. Nú höfum við verið að veislustýra á árshátíðum í mörg ár og það getur alveg tekið á taugarnar að skemmta árshátíð, en þá ertu alltaf með krát sem er að fara að skemmta sér og þetta er svona árshátíð og svolítið svona dagskrá og fólk skilur hvað þetta er. Já. En er þú með þinn fyrirlestur bara labba inn í fyrirtæki bara í hádeginu eða eitthvað og heldur fyrirlestur? Já, þetta gengur út á... Sko, verður ekki stressaður? Nei, en ég er rosa stressaður en ég verð ekkert stressaður. Ok, ég skil. En það er bara partur af því. Út af því að ef einhver þekkir og þá er rosa skrítið að ég sé bara eins og ég er núna við ykkur og svo allt í einu eitthvað kikka inn eitthvað. Þú veist, það hefur verið bara það hefur verið hlaupið inn og bara maðurinn er geðhvörfum. Við þurfum að stoppa þetta og alls konar svoleiðis en premissis er þetta er sko ég kalli þetta ekki uppistand ég kalli þetta meiri svona grínsýningu eða grínfyrirlestur eða svona skets, þetta er lifandi skets myndi ég segja og sumir hafa sagt við mig þú veist, þetta er svona smá eins og office feelingurinn að premissið hjá mér er bara ég stofnaði fyrirtæki sem heitir Ég er þú í dag fyrir fólk sem er búið að tvíbóka sig út af því að leikara kunna allt og við erum búin að leika sko. Ég er búin að leika lækni og hitt og þetta og bóndakall og löggumann og fasteignasala og eitthvað svo leiðis þannig það er ekkert mál bara eitthvað þú kemst ekki, ég get alveg verið podcastari, það er ekkert mál svo er það eins meira þannig ég er kannski að leysa af sérfræðing í menntamálum hann komst bara ekki á staðinn ég leikar það er ekkert mál, ég skal græða svo er ég kannski ekkert ótrúlega góður í þessu þannig þetta er bara svona 25 mínúna grínsýning lifandi skets og það skapar svo ótrúlega skemmtileg orka og svo þegar fólk byrjar að hlæja og það hlær svo ógeðslega mikið svo ógeðslega lengi að ég kom með stundum svona grínröskun kalla ég út af því að sko ef að fólk er ekki hlæjandi alltaf non-stop þá finnst mér ég vera ömurlegur. Ég skil. Já, því þú ert búin að upplifa það svo oft. Já, þú ert í þessum fyrirlesturum þannig að sé þú veist það er alltaf einhver að hlæða, það er aldrei eitthvað alveg þögn nema þú veist, og svo kemur út að þú ert að reyna að halda niður í hlátrinum vilt ekki og þetta er búin að ég er að reyna að hætta að sletta á ensku translatast. Já, gerða bara. En mér langar ekki að gera það er búið að þýðast yfir yfir í sýningunum líka sem ég finnst ótrúlega gaman sem var svona, það ég var stressað fyrir því þegar ég var þar áður var ég bara af hverju þetta gera það þetta er ekki fyndið þetta er glatað einhvern veginn svo, ég var komin þangað svo hendi í sýningu og það hló allir ég bara, ok, þetta er alltaf svo næsta sýning þá var bara, hvað er þetta að gera þetta er ekkert fyndið sem þetta að gera það er sjálfsefin maður það er sjálfs, já, og þetta er allt öðru seldur en að hafi séð á Íslandi þetta er ekki upplýsandi, þetta er ekki leikhús þetta er ekki... En þetta er mikill spuni, eða hvað? Já og nei. Þú veist, þetta er allt á glærum þetta er bara fyrirlestur, þú veist, þetta er á 25 mínútur, það er 95 glærur Nú langar mig að sjá þetta Já, kom á sýningu 2009. En við getum ekkert bókað þig hingað núna, skilur að því við erum með fyrirtæki Það væri, sko, minnsti fyrirlestur sem ég verið með var 9 manns Menningamálráðuneyti 2 nýir starfsmenn og ég þurfti út af því að skjárinn var bilaður en ég þurfti að vera með sína þetta af tölvu. Og það er geðvikt og það er orkan var svo ógeðslega fyndin og óþægileg það er svo geðvikt Það var það ekki bara geggjað gig Það var amazing og það er að besta sko, svo er ég að fá ennþá þú veist, ég er tölvupósta þú veist, 2 ára setna bara ég var að labba og allt í einu hugsaði future, þetta er búið að leysa vandamál í fyrirtækjum þannig það er falin boðskapur í þessu sem ég fattaði ekki fyrir eftir bara 3 ár að við erum alltaf svo hrædd að vera vandræðileg, við erum hrædd að gera mistök og svoleiðis og það gerist ekki neitt þú veist, og vandræðileg þetta er bara skemmtileg tilfinning til að sitja í og fatta að það gerist ekkert
það ekkert slæmt að fara að gerast nema það að vera alltaf svo vandræðilegt. Já, en það svo gaman það færi svona losun á einhvers konar orku og eftir það verður bara, þú veist, frelsi, finnst mér. En þá við erum bara hrædd við höfnun, að við verum vandræðilegst að fólk hafna okkur og verður bara að fanna þessum vandræðilegur, hvað er hann að gera? Já. Eða skilur við, nú er ég bara búið til eitthvað sinnar, já. En það er svona, eins og þið náttúrulega eru búin að gera, þú veist, ykkar hraðfrétti voru í rauninu voru dálítið svona vandræðileg moment, en aftur á móti bara þú ósla ákveðin í því, skilur við. Og það skapar eitthvað sem búið að lifa í þarna 20 og eitthvað ár hjá ykkur. Það eldi ykkur. Já, 20 ára gammal. Nei, þú veist að það finnst mér svo gaman sko að sjá og það sem ég finnst skemmtilegast er ég er búin að fara, já ég ætla að segja það var fyrirtæki sem að ég fekk að heyra þessu sögu, þau vildi fá mig aftur og ég var bara, ég veit ekki hvort þetta virki aftur og svo eftir það er ég búin að gera og skiptir engu máli, það er að besta og þá heyrði ég þessu sögu að það kona var að labba og það voru, hún heyrði 2 menn vera að tala um eitthvað verkefni sem að voru stressaður bara ég veit ekki hvort þetta virki og heldur þetta sé svona og þetta og þá sagði hinn gaurinn, hey, future sem er svona orð í þessu hjá mér gerir hreyfinguna, þeir fóru báður að hlæja löbbuðu í sitt hvoru lagi málið var búið ekkert gerist, ekkert slæmt það var mér ótrúlega gaman og eins og með sýninguna það sem mér er líka skemmtilegt þess að núna ég upplifði það að fyrstu sýningu í bænum þá komu 15 manns af sýningu 1 á sýningu 2 og svo eftir sýningu 2 fekk ég sendt fullt af skilabóðum bara ég ætla að koma aftur, hún ætla að koma aftur með mannin sinn og vinkonum sinnar og það sem er mjög skemmtilegt út þetta er, engin sýning verður alveg eins en allar eins, fattiði mig ég skil. Já. og við leysum vandamáli hver tók skóna hjá barnabarni Ingu Lind nei, Ingu Lind Það tala um Ingu Sæland hún er það fyrir á vegnum sko það kemur í ljósi í sýningunni Þetta er áhugavert. En sko, þú myndir ekki segja að þú er þekktastu fyrir að vera húsasmiðukallinn? Sko, jú ætli það ekki Er það ekki ég myndi, sko, ofta sem ég spurður eitthvað svona, það er húsasmiðan og þá er sér hlátuvídeó hvað er þetta að segja konunar en nótabenni bara það sé á hreinu það er ekki bara konur á þessu Nei. það bara kallar hlæja stittra og því ég segi ekkert við þær þetta er bara eftir fyrirlestur ég segi bara má ég taka vídeo eða nóg fyndið þá læt ég á Instagram ok það er eina sem ég segi En farðu svona bögg út á húsasmiðuölsingunum? Nei, ekkert bara Ekkert niður í bæ klukkan 1 eitthvað svona? Nei, ég er ekki mikið niður í bæ klukkan 1 Nei, þú ert ekkert að standa í því? Nei, ekki mikið sko stundum, hjartahafnaverðar og svoleiðis en nei, ekkert eitthvað bögg sko en það er klárlega mest Akkur hjartahafnaverðar býrðu það? Bí í Hafnarfirði, já Býrðu þar, já Bí í Hafnarfirði Er það ekki bara næs eða? Það er æðislegt Já, Hafnarfjörður er svona samfélag sko. Ég fíla Hafnarfjörður Ég mæli með Hafnarfirði sko. Þetta er nóg í gangi stutt í allt engi stöðumælir fullt af kaffihúsum Nei, er ekki stöðumælir nóg af bílastæðum fullt af flottum veitingastöðum og það er komin núna aðeins smá líka svona getur farið út, fengið drykk til klokkan 11, 12, 1 bara eitthvað svona létt og gott Já Þetta var alveg pæling á tímabili á mér og Völu, konu minni en við enduðum ekki þarna sko. Hvar eru þið? Þið eru í Vesturbænum Ég er í Vesturbænum Ég er í Fossvoginum Já, ok Bara heima höfum sko, ólstar upp og endaði þar sko Víkingur og allt það bara Já Horfi ekkert mikið á fótbolta en svona strákurinn í fótbolta maður svona reynir að hvetja þetta fram og eitthvað svona og klappa og auðvitað blöndalur bara með kaffihús Já, hvar er það? Það er í Grímsbæ á neðri hæðinni En ég lappaði í gær niður Grímsbæ Já, ég sá það ekki, ég sá bara eitthvað að búið að breyta 10-11 í eitthvað svona rækt svo ég hyggi bakki tvískipt Hvar? Hinum einn við hyggi, það sendur bara Fossin með risa neonskilti Sér maður þarf að fara, já, og ég nefndi ekki að lappa nóg langt það voru alveg tröppur upp og alls konar það er Fossin, þar sem að búðin var sko. En finnst þér ekki gaman að fara til Dóra Skógara? Ég skal alveg viðurkenna það að ég hef aldrei farið til Skógara í lífinu Áður en hann hættir, hann er 90 ára ég ætla ekki að vera 90 ára Við vorum með, ég og bassmáð mín vorum með búð í Grímsbæ fyrir mörgum árum Hvernig búð? Fataverslun fyrir konur, ég heit bara Arna og þá kynntust við Dóra Skógara ég mæli með að þið farið á skemminu og skó farið til hans borgið með pening út af því að hann er ekki með posa eða ég kannski er að koma með posa núna allt er frá hann byrja, hann er búin að vera hann í 50 ár Já, þetta er frábær hann er amazing En gæti maður
skóarar, taka þeir Nike skó bara? Dóri gerir allt. Það er mér stótt vera svona eldri skór, svona einhverju svona fínir skóur sem maður að skóa, stígvél. Já, sko, 100%, en ég allan að pröfa það. Hann myndi redda þessu, hann græjar allt fyrir því. Ég er sponsorar af Dóra. Ekki það ég þurfi á þetta, sko. Það er svo heiðalist. Eiga er ekki að fara að taka skóaran af Dóra, sko. Nei, það er ekki, sko. Ég meina, hann er þarna eini eftirlifandi Grímsbæjar. Hann er búin að vera frá þetta að opnaði. Og Grímur rakari líka, held ég. Er hann ekki hættur? Er hann hættur? Heitir þetta Grímsbær út á honum? Já, Grímur rakari er hættur. Nei, það er komið eitthvað snilt, það er komið Svens eða eitthvað í staðin, ég man ekki eða eitthvað. Hvað segir við? Akkur heitir þetta Grímsbær? Sko, þetta er ekki eftir rakaranum, það er eftir einhverjum öðrum. Grímsby, þetta tengist eitthvað Grímsby held í bænum þetta er eitthvað svoleiðis. Þú segir nú bara eitthvað, sko. Já, veit það, en það er sko, nei, þetta tengist Grímsby í Breitlandi. Ok. Don't fact check me. Nei, ég ætla að leifa að reyga þetta. Já, takk. En Hafnarfjörður, það er fjörðurinn. Hann er kannski ekki eins mikið svona, hann er ekki kósí. Hvað er þetta að segja? Fjörðurinn? Eða þú veist, Benedikt? Er ég að lasta? Vá. Nei, sko, ég er mikill Hafnfirðingur, ég meina amma mín er alveg upp aðna og maður fer oft með hann á. Já, þetta er rosa Hafnfirðingur. Hafnarfjörður er ekki kósí. Þetta er mest kósí bær. Nei, bærin er kósí. Ég var að tala um fjörðin, verslunarmiðstöðin á fjörðin. Sko, það er búið að breyta því núna til dæmis. Það er meira kósí, en nei, það er alveg rétt hjá þér. En það er núna að opna bókasafn og það er sjúklakósí. Ég elska Hafnarfjörð. Og Firði er Betristofan sem er svona klúbbur 7. hæð og útsýn yfir allt. Ég þarf að fara bara aftur. Svona stólar og ég kaupa alltaf jólagjafirnar mínar hann, sko. Meinar í barnabúðinu? Nei, bara í Firðinum. Ég kaupa allar jólagjafir þar. Ok, ég er ekkert farið þarna. Nei, hvað er þetta að segja? Bara segja eitthvað. Ég fór einhvern tímann þarna. Sækja köku. Hvenær? Þetta er þessi Vesturbæjar fólki, sko. Já, þá varstu að upplifa fjörð ekki upp á 10. En núna er hann orðin búið að uppfæra hann. Já, hann er búið að uppfæra hann og líka bara þú veist, núna eftir að Barbara, þið hljótaður búin að heyra um Barbaru. Já. Gamli súfistinn sem er núna bara það fólk að keyra allstaðar að og fara á Barbaru og fá sér kjötbólur og sesavefju og vín og bjór og kökur og þetta er Hafnarfjörður á jólunum líka. Jólaþorpið, hjarta Hafnarfjörður. Þið þurfum ekki að samfara mig um það, sko. Ég er bara að tala um fjörðinn. Rúllustíginn og þar. Verslunarmiðstöðin fjörðinn. Hann er kannski ekki mest kósí. En þú getur gert kósí. Sko, ef þú fer að Betristofuna, það er kósí. Það er hluta fyrir því. En kannski er hann að verða kósí af því að ég get ekki útskýrt. Hvað finnst þið að vera kósí? Hvað viltu? Ég veit ekki. Það er bara sófa og hengirúm og... Sko, finnst þið Smáralindin kósí? Nei. Kringlan kósí? Grímsbær kósí? Suðurver kósí? Já, Suðurver. Glæsibær. Östuver er meira kósí en Suðurver. Já, það er rétt. Já. Er það ekki? Jú, það er Nóatún gamla, ekki? Östuver. Jú, og þar er hestabúðinina og lækna miðstöðin. Nei, það er enda ekkert kósí við hana. Læknavaktin. Nei, læknavaktin, takk. Akkur hættuður með svona númer hvað þú ert á netinu? Mér finnst það mjög næs. Já, það hætti bara. Það gæti maður farið, tekið og farið í burtu. Já, fylgst bara með þeim. Vera pottit veikur. En hver er það ástæðan fyrir það hætt? Það er bara... Fólk var pottit ekki að mæta. Gleyma sér. Ég bara eitthvað, heldur það? Já, það lítur að vera. Nei, hefur ekki einhver svona verið að kvarta og af hverju býða þau ekki? Ég er búin að býða samviskusamlega í röð, ég glemdi að taka miða og svo kemur bara einhvern gaur innan á bæ og er ekki eitthvað svoleiðis? Kannski. Þú ert ekki að fara á læknavaktina, taka miða, fara heim, sleppa því að mæta. Jú, eða þá þú kannski honum betri eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, það er svo löng bið. Já. Eitthvað, 2 dögum seinna. En komið ekki í COVID, þar sem að fólk mátti bara ekkert vera mikið nálægt hvort öðru. Þá áttur að vera í bíl að bíða. Ég held það. Ég man ekki, en svo bara var þessu slaufa aftur, sko. Já. Þetta er góðar vangaveltur. Já, en það er reyndar orðið aðeins meira kósí hérna, það er komið sjónvörp og semmari. Kósí kall. Hvað ert að gera, Jóel? Þú ert ekki að leika sinna 21 ára gamlu barni og eitthvað. Ertu að gera það? Bara fara í rækt og já, og svo náttúrulega bara, þú veist, allt sem fylgir eins og þið vitið, bara það er að senda e-mail og gera þetta og reyna að búa til nýtt og
mér finnst rosa gaman að fyrir ræktina og hérna mér finnst rosa gaman að fara að horfa á körfuboltaleiki. Ég er ekki nógu að fara í leikhús sem ég ætla alltaf hver einasta ára að bæta mig í sko. Mér finnst gaman að fara í, ég ætla ekki að segja hiking út af því nú er allir að hlaupa bara svo mikið. Mér finnst gaman að fara, þú veist, eitthvað svona smá þar sem ég veit að bíllinn er nálagt eða verið of kalt. Svoleiðis. Mér finnst rosa gaman að fá mér rauðvín. Já, er það gott rauðvín? Það er nýtt, já, svona 2, 3, 4 ár. Og ég fer mikið til útlanda. Mér finnst það rosa gott. Já, hvaða útlönd? Ítalía er búin að vera rosa upplugt hjá mér síðustu ár. Hvar á Ítalíu? Herðu, ég flýg yfirleitt til Milano. Já. Og það er svo auðvitað að fara þaðan finnst mér. Já, hvert sem er. Til Tuscany, þarna Portofino er uppáhaldið mitt, sko. Já. Það er svo hrikalega fallegt, sko. Það er ógeðslega dýrt. Ég gisti endilega ekki á Portofino, bara ferði þangað, mætir og ert þarna og fór einmitt í brúðkaup í fyrra. Sumar, var boðið í brúðkaup hjá amerísku pari sem ég hitti á gamlárskvöld. Ég og félagi minn hittumst og hérna okkur var boðið í brúðkaup á Portofino. Keyptum miða kvöldið og heldum þeirri stórs brúðkaup og haldið í Portofino. Hann komst ekki, þannig ég hringdi í hérna Laug af vinn minn, bara ég er með miða. Viltu koma í brúðkaup? 2 mínútur seinna vorum við farnir í smokingföt í 35 stiga hita, heldum þetta í stór brúðkaup, þetta voru 40 nánustu vinir og svo 2 Íslendingar og svo vorum við alltaf að halda okkur tilbaka myndatökum og svona, svo var alltaf bara og snúa sig við, þannig að við erum fremstir í öllu svona myndatökum, alltaf bara brúðhjónin, random Íslendingar, við vorum búin að djamma með mig 2 klukktíma á Íslandi. Þetta eru mestu Ameríkanar sem ég heyrt. Já, og svo mátti ekki klinga glösum eða neitt. Það var eins og rólegt brúðkaup og ég hef upplifað. Það var skemmtilegt, sko. Íslensk brúðkaup eru náttúrulega frekar svona æst brúðkaup. Já, ég held bara flest brúðkaup. Er það? Já, það var sko, er það ekki? Ég hef aldrei farið í svona brúðkaup þetta náður. Ég bjóst við, sko. Ég er sammála, ef þið eru að bjóða ykkur og þekki ykkur ekki neitt, þá ég held að þetta væri svona 200 manna brúðkaup. Já, ég held að þetta væri bara við erum að fara að taka hérna og þetta var svona eitthvað hótel sem að nóttin kostaði 10.000 €. Við vorum ekki að gista á þessu hóteli, nótabenni. Og hérna, þannig ég bjóst við þeim 200 manna brúðkaup og skiptir ykkur máli hvort einhver Íslendingar kom með bara í gaman. 2 diskar skiptir ykkur máli. Bara 40 nánustu. Hvenær fer það dett út að fara til Ítalíu að gifta sig? Er það ekki alveg að vera skrítið? Sko, ég veit, er það? Nei, sko, það er alltaf Ítalía er svo stór. Jú. Þannig að þú getur alltaf fundið nýja staði, en jú, fer það ekki... Nei, þetta er gaman. Er það ekki? Ég vil sjá færisk að við séum að fara til Færi að gifta okkur. Ég er sammála því og... Ég held að vera gott. Við hafa þetta sem lokaorðin í þessu podcasti. Ég þarf að drífa mig heim að sinna. Takk fyrir að koma, Jóel. Takk fyrir mig. Love you long time og verið sæl.